Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Við ætlum að ræða veiðigjöld eins og þau niðri í þingi að gera allan daginn. Það kannski svolítið skrítin umræðan. Ég held að sé ekki hægt að mæla með því að ef fólk vil sitja sig inn í veiðigjöldin að sitja undir þeirri umræðu því að hún á mörguleyti skrítin og svo mogginn í mikilli herferð og svo SFS í herferð í öllum auglýsingatímum og kannski fólk orðið svolítið ruglað á þessu hvað þetta snýst og þess vegna ætla ég að fá hingað mann sem hefur skrifað mikið og þekkir máli vel, Indriði H. Þorláksson, fyrir skattstjóri. Takk fyrir. Hefur útgerðin efni á að borga hærri veiðigjöld? Ég held að stutta og rétta svari sé bara já. Já. Ég held að það sé ekki alveg ljóst fyrir bæði, hvað maður segja, ef við lítum á reikninga félagana, ef við lítum á eignarhaldsfélag þeirra sem eiga útgerðarfélagin og síðan bara á opinbera tölur eins og hjá Hagstofunni og svo framvegis og greinargerðum sem hafa verið gerðar þá hefur komið fram að hvað maður segja afkoma sjávarútvegsfyrirtækja, hún svona tvöföld á við það sem almennt gerist í rekstri á Íslandi. Og ástæðan svo að þau fá hráefnið ókeypis eða svo? Það ein megin ástæðan, já. Að vísu tekið fram að útgerðarfélagin eru held ég afskaplega vel uppbyggð og vel rekin. Þannig að hluti af þessum góða árangri rekstur þeirra. En veiðigjöldin þau miðast við að skerða ekki þann eðlilega hagnað heldur það sem umfram þegar búið að borga allan eðlilegan útgerðarkostnað og þar með fjármagnskostnað vegna kaupa á skipum og tækjum og svo framvegis. Þannig þetta auka hagnað sem kemur vegna afnota af auðlindinni? Já, þetta alveg aðskilgreiningun á auðlindaarði sem notað víða og mann geta flett upp meðal annars hjá Sameinuðu þjóðunum og Alþjóðabankanum sem að svona birta skýrslur yfirleitt yfir auðlinda nýting og auðlinda arði víðum heim. Þú svarar þessu bara já og eins og það sé ekkit umdeilanlegt mál. En af hverju heldurðu að svona margir þingmenn og svona hagsmunasamtökin séu haldaði fram að það ýmsu haldið fram að þetta sé svo mikið inngrip að vinnslan muni flytja á landi. Daginn las ég eftir einhverjum að menn myndu bara selja. Þetta þýddi ekki að standa í þessu lengur, myndu bara selja. Það náttúrulega myndu einhverju aðrir taka við, þannig að það myndi kannski einhver breyta fyrir okkur. Akkur heldur að viðbröðin séu svona? Þetta náttúrulega harða hagsmunabarátta, þarna mikla peningar ræða fyrir þessi aðila og það þekkt úr sögunni á staðar að menn láta svona ekki baráttulust af hendi þar sem þeir hafa einu sinni komist yfir. Þannig að það nú kannski kyningin. Þannig að þú tekur bara ekkert mark á þessu? Þetta bara merki þess að menn eru bara að reyna að komast hjá því að borga það sem réttlátt og það bara mannlegt og eðlilegt en það ástæða til þess að vera eitthvað að reyna að skilja hvað á bakvið eða hvort það sé eitthvað hæft í þessu eða... Sko það sem svona sláandi þegar mann líta á þau rök sem að SFS og þeirra talsmenn að halda fram að þá kemur ljós að það afskaplega lítið bitastætt í því. Það upplýsingar sem þeir byggja á ekki svona upplýsingar raunverulega afkomu, það mikið byggt á bókhaldsgögnum sem menn vita að gefa ekki rétta mynd af þessu. En byrja okkur á bókhald lítur að gefa rétta mynd af rekstrinu? Já, ef þú lítur á löginum bókhald og rekningshald þá á að gera það en staðreyndin svo að í gegnum tíman hefur bæði löggjöfin og við skulum segja vinnubröð í kringum bókhald breyst verulega. Þannig að ég held að það sé ekkert vafamál og menn sjá það ekki bara hér á landi. Við minnum á baráttu Evrópusambandsins við að skattleggja alþjóðlega risafyrirtæki og svo framvegis. Þetta byggist allt á því að þessi fyrirtæki þau notfæra sér það sem að menn kallar svona skapandi bókhald og skapandi uppsetning á fjármála samskiptum til þess að koma hagnaðinum, láta hagnaðinum hverfa pappírun allavegna þar sem að
hann er upprunninn og meiningin er að skattleggja. Láta hann poppa upp það sem eru lægri skattur eða engin. Eða, já. Og er það fullgilt í svona skattafræðum að segja sem svo að bókhald er með þessum hættu og það bara vita það allir. Þessum er eðlilegt að miða sko sanngirni skattsins út frá öðru forsendum, þetta er bókhaldi. Já, þetta þýðir það að það er mjög óörugt að miða við, hvað maður segja, reikningslegan hagnaði með alltaf að ná skatti af raunverulegum tekjum. Ég bendi á til dæmis að álfyrirtækin sem starfa hér á landi, þau hafa aldrei greitt tekjuskatt vegna þess að þau hafa aldrei sinnt skattalegan hagnað. Vegna þess að þeir hafa fært það meira og minna til móðurfélaga eða skildrafélaga í útlöndum og svo framvegis og með, hvað maður segja, vaxtagreiðslum og öðrum hætti. Þetta sjáum við mjög víða, ekki bara hér á landi, heldur í alls konar rekstri. Og það hefur sýnt sér sem að það er mjög erfitt að ná í hagnað af svona starfsemi í gegnum skattlagningu og tekjum og það gildir náttúrulega sama hvað maður segja, notkun á þessum upplýsingum, þessi bókhaldslegum tekjunum til þess að vera mælikvarði á raunverulega hagnað og það bara stenst ekki, gengur ekki. Og þá ætti Alþingi sem hefur heimild til þess að leggja á skatta, ætti til þess að leggja skatta á álfyrirtækin til þess að ná inn eðlilegum tekjum inn í samfélagið sem ekki birtast vegna þess hvernig er farið með bókhaldið. Já, sko, það sem að viðbröðin sem að við er beitt í þessu efni er að hverfa frá eða reyna ekki að ná til þess að hagnaðar með tekjuskattlagningunni, heldur leggja á sérstaklega skatt sem að miðast við renntun eða auðlindaarðin. Er það sem að norðmenn er að reyna? Það gera norðmenn bæði í raforkuframleiðslu, í fiskeldi og að einhverju leyti í fiskveiðum og það eru mörg dæmi þetta í heiminum. Þá líta menn sem sagt framhjá þessum fjármálafastum í bókhaldinu, menn taka allar upplýsingar úr reikningshaldinu sem að snúa að raunverulegum þáttum, greiðslum fyrir kaup og aðföngum, fyrir vinnulaun, viðhald og svo framvegis, en allt sem heitir fjármálalega fastlur er lítið framhjá þeim, en hins vegar er reiknaður kostnaður sem er miðað við þekktarstærði líka, þar að segja það fjármagn sem er bundið í rekstrinu. Og þú spyrir sko hvort að þessi boðskapur hrun í starfseminni sé raunhafa. Ef við lítum á að við erum ekki að tala mikla breytingu frá því 2012 þegar að upphæðlega veiðigjaldi var lagt á. Þá er það lagt á og þá sáum við nákvæmlega sömu viðbröðin. Allt átti að fara á koll. En ef við lítum hins vegar á staðreyndirnar að þá er mesti blómatími í útgerð er akkurat frá þessum tíma. Og mikil fjárfesting, það er allir togararnir með perustefnin sem að ekki þekkja, kemur allt eftir þetta. Þetta er kemur allt saman eftir og umfjöllun þannig að fullyrðingar að sé verið að ofskattleggja eða takmarka eðlilega vöxt. En þú þekkir söguna Úlfur. Má það ekki vera þannig að þótt að SFS hafi haldið því fram þarna 2012 að allt farið til fjandans. Svo haldið þeir aftur fram núna að allt farið til fjandans. En það getur verið að allt farið svo til fjandans. Það getur verið að þau hafi rétt fyrir sér að það hafi bara verið eitthvað annað sem að var þess valdandi að skaðin var ekki eins mikill og þau sögðu 2012. Þú gefur ekki mikið verið grímsævindýri. En þú þá kannski hafa einhver rök fyrir þeim spátumum og ég hef ekki séð þau rök ennþá vegna þess að ég held að sé ekki að hægt að mótmæla því að þessi hagnaður er til staðar og hann er mikill, maður þarf ekki líta hann á en hvað maður segja vöxtinn í eignarhaldsfélögum þessara aðila, þau vaksa ári vegna þess að hagnaðurinn af útgerðinni rennur inn í þau og síðan í einhverja aðra
aðra starfsemi. Má ég aðeins staldra við álverin og orkufyrirtækin, því að það hefur verið fjallað það til dæmis við Fjarðarál, að Fjarðarál er að borga vexti af lánum til móðurfélagsins sem veldur því og það má færa það sem kostnað og þar lendi eru litlar sem engar tekjur og þar lendi engin tekjuskattur lagður á. Og þú ert að segja að það er bara að horfa fram í þessu gjörningum, þannig að þessi vexti sem þú ert að borga móðurfélaginu, það er ekki frádráttabært frá tekjum, það verður svona ein leiðin til að gera það. Og þetta á ekki bara við álverin, þetta á líka við til dæmis HS Orku sem er með gríðarlega há lán og mikla vaxtagreiðslur til móðurfélagsins og þú ert að leggja til að það veri bara hort fram hjá þessu. Já, sko, það hafa verið svona tillögur í svona skattaheiminum að breyta, hvað má segja, tekjuskattlagningu félaga í þess áttar að segja líta fram hjá öllum fjármálatilfæslum og spyrja bara, leggja þetta bara raunverulega á, hvað maður segja, hagnað sem stendur eftir að menn eru búinir að greiða allan efnislega kostnað, launakostnað og svo framvegis. Horfa fram hjá því hvernig eigandinn fjármagnar reksturinn. Já, en varðandi auðlindagjöldin sem að byggja á sama grunni en þau ganga því leiti, hvað maður segja, skemmra, þau ætla fyrir fjármagnskostnaðinum. Og það þýðir það að auðlindagjaldi greiðast ekki af starfsemi nema að reksturinn skili það miklum hagnaði að það sé meira heldur en jafnaðar hagnaður af atvinnustarfsemi viðkomandi landi. Og þannig er hugmyndin á bakvið veiðigjöldin líka, þannig að veiðigjöldin kom aldrei til með að skerða þennan eðlilega hagnað þau áður en að honum kemur og þá eru þau dottið niður ekki neitt. Já, án tillis til fjármagnsgjörninga. Já. En þetta er ein leiðin er að bregðast við aðferðu fyrirtækjana til þess að fela hagnað. Það er svona bókastlegt. En það er líka rök fyrir því að einfallega leggja á bara eins og leigugjald á auðlindir. Já, sko, það getur verið raforkan í álverunum, þar sem að þú færð ódýra orku, raforku. Og það er eðlilegt að þú greiðir þá bara hærra verð fyrir orkuna annarkvort inn í Landsvirkjun eða auðlindagjald til almennings. Já. Og það sama á við aðgengið að fiskveiðiauðlindinni. Já, sko, og það kann taka það fram að megin tilgangurinn með veiðigjöldunum er ekki að, hvað maður segja, berjast á móti einhverjir meintu skatta undanskoti eða einu þess áttar. Heldur fyrst og fremst að er þetta að, hvað maður segja, réttlætismál, þar að segja að sjá til þess að arðurinn á þessar starfsemi hann fari til eigandana að því leiti sem að þeir eiga rétt á og þannig er þetta hliðstætt þessum leigugjöldum eða það að kjötvinnslan hún borgar bændum fyrir kjötu sem hún tekur til vinnslu svo framvegis. En þetta er samt ekki hrein svoleiðis tillaga. Ef það væri, þá væri þetta ekki sett upp svona raunverulega eins og skattlagning eins og er í dag. Þú svar ekki á bara auðveldra að segja, ef þú vilt fá 10 tonn af þorsk við heimildum, þá kostar það bara þetta. Já, það er bara verið í raun og veru að verðleggja, hvað maður segja, réttin til þess að veiða fiskinn. Þú getur gert það án þess að fara nokkuð tímann inn í bókhald viðkomandi fyrirtækis. Þú getur bara sagt að ef þú ætlar að fá 10 tonn af þorsk við heimildum, þá bara borgar þetta í leigu, alveg eins og þú verður að leigja bíl eða eitthvað. Já, það er að því sagt en að þessu leiti eru menn, hvað segja, varkárari og það liggur alveg hreint fyrir hvernig þessi leiga reiknuð. Það er verið að þessi réttind er keypt og þetta er útreiknað með þeim hætti að þetta miðist við þann hluta af hagnaðinum sem að er umfram það sem að, hvað segja, eðlilegt er til þess að ávaxta eða þarf til þess að ávaxta fyrir með svona venjulegum hætti. Þannig að málefnalega segja við skulum segja að þú leigir út húsnæði þá getur þú bara sett puttan upp í loftu og sagt ég vil fá 100.000 eða 200.000 eða 300.000 en það er ekki gert hérna er þetta að kalkulera þetta er reiknað út með þeim hætti að það skadar ekki viðkomandi aðila og þetta þessi aðferð gjaldtöku, hún er almennt viðurkennd sem hlutlaus gagnvart rekstrarákvörðunum. Hún hefur ekki áhrif á það hvað er hagkvæmt að gera í sambandi við fjárfestingar og svo framvegis. Þannig að,
tala að þetta sé skaðlegt fyrir útgerðastarfsemi sem slíka og fjárfesting og svo frá á sér enga fræðilega forsendur, fræðilega rök. Munurinn, það sem ég var að leggja til á þann, er þið bara, útgerðarmenn að leigja hvora öðrum, held ég, þorskveiði ígildist tonnið á 500 kall. Ja. Ríki getur svo gert það, en í þessu kerfi sem er núna, að þá er gert ráð fyrir því að auðlindarentan, hún sé mismunandi eftir því hvernig reksturinn er. Hún er ekki svona eins og ef við myndum bara leigja allt á 300 kall eða 500 kall. Þá er bara gert ráð fyrir það eins og hún sé alltaf svo sama, en þetta kerfi sem við erum með núna, að það er eins og sum árin getur auðlindarentan verið minni heldur hún var 10 árum áður. Já, og það stafar eins og því að stofn þessar auðlindarentu, eða stofn veiðigjaldana, hann er ekki heildarhagnaður, það er eingöngu sá hluti af hagnaðinu sem er yfir einhverju ákveðnu marki. Og það þýðir það að ef að, hagnaðurinn í starfseminni dregst saman, við skulum segja verðfall á erlendum mörkuðum eða aflaprestur sem náttúrulega sjálfkrafa hefur áhrif á þetta, en ef leið og þessi umfram hagnað minnkar, þá minnkar veiðigjaldið. Hluti, fjármagnsins sem bundir rekstrinum, hann fer ekki að skerðast fyrir en að eftir að allt veiðigjaldið er horfið. Já, það er vissulega rétt að þetta er áhættu sem skattlagning að því leiti að hún... En sanngjörn þá líka? Já, hún er... Af því að auðlindarentan er misjöfn eftir því eins og þú segir verða á markaði, en hún getur líka verið mismunandi bara eftir rekstri fyrirtækina, sem fyrirtæki bara vel rekin, og þá segir kannski einhver, þið eru bara hefningar á því að fyrirtæki mitt er bara svo vel rekið og þá viljið þið auka skattheimtuna. Já. Umfram það sem að bókhaldið segir til, ég borga tekjuskatti svona fyrirtæki en þið viljið krækja þarna í, þannig að þið eldið þau fyrirtæki sem eru best rekin með því að auka skattheimtuna. Hvaða sanngirni er nú það? Einhver síður er svo að veiðigjöldin eru miðuð við og eru þau sömu fyrir öll fyrirtæki. Og hún er við ákveði meðaltal. Já, það er nú eitthvað svona gólf þannig að smærri útgerðir verði ekki, þetta bitnar ekki eins hart á þeim. Já, en þetta náttúrulega þýðir það að þetta kemur, misjafnlega við fyrirtækin og þetta er þyngra fyrir fyrirtæki sem eru skila litlum hagnaði. En þá kemur á móti, er þetta ekki svo regla sem gildir almennt í rekstri samfélaginu? Þó að sé engin sérstök veiðigjöld. Tekju skattur fyrirtækja sem skila mestum hagnaði er hærri en þeirra sem eru rekin í tapi. Það sé bara að fyrirtækin eru misjafnlega rekin og ef að þau eru, lítt arðsöm og skila litu, að þá lenda þau í vandræðum. Það er ekki vegna gjaldana, heldur vegna þess að það er eitthvað að í rekstrinu, einhverja forsendur sem er ekki ganga upp. Og nú markaðshagfræði sem að okkar kerfi byggir meira með á og er talin svona aflgjafi framfara, tækni framfara, hann byggist einmitt á því að góðu fyrirtækin, velreknum fyrirtækin, þau komast á þau sem eru illa ekki en þau detta úr samkeppninu og heldur lestinni. Og það er öll þessi skattlækningar innan einhverja svona sanngirnismarka þannig að það er ekki þannig eins og hún sé að grafa undan fyrirtækjunum. Nei, og sérstaklega ekki auðlindagjöldin vegna segja þau detta niður áður heldur en farið að skerða eðlilega ávöxtun og fjármagni. Eitt sem að mætti orða sambandi við auðlindagjöldin, það er að segja sem svo að þetta er ekki skattlagning á rekstur fyrirtækjana eða sem að þau búa til, þetta er ekki skattlagning á því hversu þú ert góður útgerðarmaður eða hversu góður þú ert að reka fyrirtækið, heldur er þetta skattlagning á verðmætum sem að ríkið raunverulega bjóð til með kvótakerfinu. Með því að hafa takmarkanir á sókninni, íta þar með undir samþjöppun og betri nýtingu fjármuna og annað slíkt, að þá verða til verðmæti sem er auðlindarenta sem er inn í fyrirtækjunum, sem að fyrirtækin sjálf byggu ekki til, heldur fengur umverulega, við getum sagt bara gjöf frá ríkinu. Já, skiptir þessi rök skipta máli? Já, þau gera að mínu mati, ef við lítum á þetta svona í sögulegu samhengi, þá var rétturinn til þess að nýta land og haf. Hann var almannaréttur. Við höfðum hann, eins og bara hinnir, eins og Þorsteinn Már. Við máttum hann að fara út á sjó. Settust hér að og það sést sjálfstæðismerki í löggjöfinni í Noregi og gömlu löggjöfinni, Guðbrandslögunum og víðar,
að þessi almannaréttur, hann gilti nýtingu á landi, hann gilti nýtingu á sjó líka. Menn hafðu rétt til þess að stunda sjósókn eða nýta landi sér til framfærslu. Og þessi réttur, hann hefur aldrei verið afnuminn með neinum lýðræðislegum hætti. Á miðöldum að þá kemur konungsvaldið og kirkjuvaldið og tekur þennan rétt að hluta í burtu, bara með valdi. Það var til dæmis konungsins að nýta all skólendi og svo framvegis og þvinum. Þannig að þessi gamli réttur, hann hefur náttúrulega lifað og honum hefur ekkert verið breytt. Þannig að þetta er mikið... En við höfum hann ekki. Við höfum hann ekki. Ef við ættum báta, þá mættum við ekki fara hérna út og mættum ekki svona veiði í soðið, sko. Nei, en síðan koma ákveðin þættir sem í nútímanum og það er fyrsta lagi stækkun landhelginnar. Þar er það almannavald, þar er það samfélagið sem að grípur í taumana til þess að tryggja, hvað maður segja, rétt þjóðarinnar til þess að nýta fiskinn sem að er í sjónum. Og síðan kemur almannavaldið aftur og segir, sko, vegna þess að menn nýta þessa auðlind með óábyrgum hætti, það er ofveiði, það er offjárfesting og svo framvegis, að þá er sett á kvótakerfi og sagt við skulum haga okkur eins og menn og veið ekki meira en þetta. Menn geta deilt þannig að ég ætla ekki að vera úti og deila hvort að þetta er rétt stjórnkerfið ekki, en allavega þetta er hugsun á baku kerfið, það er að tryggja arðbæra nýtingu af þessari auðlind. Og hluti af þessu sem mann kannski ekki alveg rugla saman við heildarkvótakerfið er síðan úthlutunin á þessum réttindum. Og þá gera menn þá í upphafi þá eigin kannski villu að afhenda þessan rétt án okkurs endurgjalds. Tengja hann ekki einhvern veginn við, hvað maður segja, þau not og það var fjárhagsleg ávinning af því að nýta hann. Og það í raun og veru snýst deilan í dag hvort að þessi réttur sem er almannaréttur, hann eigi að skila sér sem fjárhagslegir hagsmunir og fé í vasa þessara fáu aðila sem að almannavaldið úthlutaði þessum réttindum. Miðað við hverju voru að nota miðin síðustu 3 árin? Já. Eða til almennis í landinu sem á í raun og veru þessi réttindi. Almannagæðum er stundum úthlutað þannig að það er bara biðröð. Þannig var lóðum úthlutað í Reykjavík þangað til bara einhvern veginn 10. áratugnum. Þá var það bara fór allir í biðröð og þú gast beðið í 7 ára til lóð og það var bara allir höfðu sama rétt. Ég veit ekki hvort að það væri sniðugt að úthluta kvótana þannig að allir fengi bara sinn kvóta og nei, það er ekki. En síðan var farið út í að útdeila almannagæðum eins og til þess lóðum í Reykjavík með að bjóða upp. Þannig að sá sem að borga hæst, hann fekk lóðunar. Það er svona önnur leið til þess að deila út. En í kvótunum var að þeir sem að nýttu miðin 3 ára á undan, að þeir fengu veiðiheimildirnar. En við sem ekki höfðum verið að nýta 3 ára undan, að við fengum eiginlega enga bætur fyrir þann rétt sem að við mistum miðað við það sem hafði verið frá landnámi. Að við mættum... Nei, þess vegna er þessi, hvað maður segja, réttar hugsun, eða réttinda hugsun, hún er partur af þessu. Af þessari baráttu þar að segja að almannarétturinn sé þarna til staðar. Þessi fiskveiðiréttur, hann var aldrei bundið við einhverja 1, 2, 3 menn í hverju plássi heldur alla sem að þurftu eða vildu nýta þetta. Þannig að við förum út úr sko svona skattahugsuninni og yfir í bara siðfræði eða lögfræði, að þá er það ekkert fjarri lagi að horfa svo á að veiðigjöldin séu raunverulega bætur til okkar sem að fáum ekki að nýta auðlindirnar sem að við eigum og höfðum haft aðgengi að frá landnámi. Já, það er sammála því. Þeir sem að nýta þeir borgi hinum. Já. Herðu, en varðandi hversu mikið mál þetta er, ég nú stundu spurti það þessu áður, bæði varðandi orkuna, hvaða er svona... Hvað er auðlindarentan mikil sem að er þá ætti að vera renna til þjóðarinnar í einhverju mæli? Sumir kannski myndi segja bara öll auðlindarentan eigi að fara til þjóðarinnar, aðrir segja þetta ætti að vera 50-50 og allt þar á milli. Hvað er þetta stórar upphæðir svona í orkuauðlindunum og fiskveiðiauðlindinni? Ég reyndi nú að giska á það einhvern tímann grein held ég frá 2015. Og
það alveg ljóst að þetta eru stóra fjárhæð, þetta hleypur ef við tökum allar, alla auðlindanótkun, bæði fiskveiði, orku, hitaorku. Og laxeldi, sem er nýting á allavega í fjörðunum. Já, að þá erum við að tala stærðir af upp á einhverju 100 milljarð á ári. Sem er auðlindarentan. Sem er auðlindarentan. En það er ekki þar með sagt að hún geti skilað sér öll til þjóðarinnar. En við höfum fordæmi í Noregi þar sem að í þeirra svona auðlindamódeli er reikna með að alltaf 70-80% af auðlindarentunni lendi hjá almenningi. Það er ekki þannig í okkur. Nei, sko í þessu tilviki sem við erum í veiðigjaldsfrumvarpinu þá miða við 33%. En það sem að kannski vandar inn í þessa mynd, en ef við tökum sem dæmi stærðargráðuna, að þá er allt óvægt að segja, sko þetta hleypur á einhverjum prósentum, þó nokkuð mörgum prósentum af landsframleiðslunni sem byggist á auðlindanýtingunni. Og við getum séð það til dæmis í Noregi að þá hefur olíusjóðurinn að hann hefur beinlínis greitt inn til ríkisins í gegnum fjárhæð sem að hefur slagað stundum upp í hátt í 10% af fjárlögum norska. Þeir eru nú með einhverja takmarkanir því hvað þá er það mikið svo að það raskir ekki sko bara efnahagslífinu. Akkurat. Þannig að þetta eru mjög stórar fjárhæður og það sem vantar kannski inn í umræðuna og inn í umfjöllun þetta mál er svona almenn auðlindastefna, þar að segja að menn sé ekki að tala bara fiskveiði, heldur nýtingu á öllum auðlindum sem er í eigu þjóðarinnar. Að þar gilda svona ákveðin grundvallar sjónarmið. Fyrsta lagi þá er það þjóðin og þar með svo ríki sem ber ábyrgð á því að verðmætið þessara auðlinda haldið sér við, það sé ekki gengið á þar, það sé svona kallaðar eðlileg nýting á þeim, á þeim og hún sé ekki gengið á þau, heldur með skilið þeim til komandi kynslóðum. En nú getum við ímyndað okkur eitthvað svona dæmi að segjum bara eins og vindurinn, hann er þarna og það var aldrei skilgreiningar í gömlum lagabókum hver ætti vindinn, hann er bara þarna og flestu til óþurftar. Og svo fara einhverjir eins og maður talar eins og góðsögnin fara einhverjir framtaksamir menn og reisa vindmyllur og fanga vindinn. Og þeir náttúrulega, reksturinn er bara stendur ekki undir fjárfestingunni sko fyrstu 5-6 árin. Svo allt innu byrjar að tikka inn af því að við erum búin að greiða niður fjárfestinguna og komin svona reynsla á reksturinn og allt innu byrjar að tikka inn. Þá kemur ríkið og segir, heyrðu, nei, við viljum fá auðlindagjald af vindinum. Og þá myndi, svo ég vitni að því vitnar í Úlfur, og þá myndi litla gula hænan segja, ég meina þú gerðir ekkert til þess að búa til verðmætur úr þessum vindi, hvað er þú að koma og vilja fá kött af því sem ég er að búa til? Hvað segir við slíkum rökum, gamli skattmaður? Já, sko, fyrsta lagi það snýst þetta ekki eignarhald af vindinum. Nei. Ég held að eigin engin. Þetta snýst réttin til að nýta land til þess að byggja vindmyllur og framleiða þetta. Og þessi landnýtinga, hún er hluti af almannaréttinum. Nú er það þannig að ég á landið og ég bora og fara heitt vatn, þá á ég heita vatnið, ekki? Sko, það er dálítið óljóst með það í okkar löggjöf og þá er ekki svona, takmark á landeignaréttindunum. Sumstaðar þekkist það að sá réttur hann nær ekki nema einhverja takmarkaða vegalengd niður í jörðina. Þegar komið niður fyrir það, þá er þetta orðin almanneign. En það er ekki klárt á Íslandi. Nei, ég veit að vatnalögin hérna þau taka bara ekki á þess og skilgreinandi ekki með nægilega góðum hátti, en það sem ég tala svo nauðsyn og auðlindastefnu er meðal annars að þessi atriði liggi ljóst fyrir, hvar er þessi almannaréttur og hvar er einkaréttur. Og einkaréttur hugtakið hefur raun og veru tekið sífellt meira og meira pláss í löggjöfinni. Já,
En ég að velta fyrir mér að því að þú myndir líklega leggja til þess að við myndum bara kortleggja þetta og ég held að það væri nú gustuga verk að gera það að sjá svona hver auðlindaremtan og fara að ræða svo við að hver eðlilegur hluti þjóðarinnar af því í staðin fyrir að vera að þvargast í því niður í þingi hvort að einhver smávægileg breyting á veiðigjöldum sé einhver 100% hækkun eða eitthvað sko. Mér finnst það líklegt að við færum þína leið að það kemur ljós að þetta eiginlega sko örlítil hækkun sko með við að við ættum að tala um miklu meiri hækkun. Já, ég alveg saman þín. Já, ég sé það vantar alveg þessa umræðu og umfjöllun svona almennt auðlindastefnu en í sjálfu sér gilda sömu prinsipin hvort svo að tala fiskveiðar eða orkunýtingu eða byggingu á vindorkustöðum og svo framvegis að þetta spurningin það svo hver rétthafi til þess lands eða sjávar sem að þessi atvinnustarfsemi byggir á. Og þetta spurningin að setja það inn í svona samræmdan búning þannig að menn sé ekki hallað á einn eða annan, ekki eina atvinnugrein fremur en aðra og svo framvegis. Það getur orðið mikil hávaði ef við verum að tala sko nýtingu á landi, hver á landi sko niður fyrir mold. Ég sé fyrir mér að menn myndu standa upp og heimta bætur ef þú ætlar að taka að mér þennan rétt að ég á heita vatnið í mínu landi. Og ég á vindinn fyrir ofan. En það ekkert að taka vindinn af því þú mátt bara byggja vindmylu í þínu landi og vindurinn ég et hann ekki sko, hann heldur bara áfram. Já, en það held ég að... Þannig að ég held að það sé líka ágætt að fara í gegnum svona umræðu til þess að venjast sko réttlætinu í þessu, til þess að velja svona hugmyndunum það sko hver hefur raunverulega réttin til þess að nýta og hver hefur réttin til að skattleggja. Já, það er það sem að vantar inn ég tek alveg undir það og það er eiginlega dapurlegt að það skulle ekki hafa þokast neitt á undanförnum árum eftir því sem að það komum sér af orðið augljósara hvað þessar auðlindir skipta miklu máli fyrir þjóðina. Það er mjög skrítið stundum orðamar þannig að við séum heppið fólk, séum fámenn þjóð í stóru landi með miklar auðlindir og það er helsta einkenni okkar sem samfélags og raunverulega ætti þetta að vera kannski fyrsta umræðuefnið. En svo við víkjum kannski aðeins að þessu frumvarpi og umræðanum með það þá hefur borið alltaf mikið á svona mjög einkennilegu málflutningi og eins og varðandi til dæmis landsbyggðina og sveitarfélögin og svo framvegis. Þar sem að það hefur verið haldið fram að fyrsta lagi að þetta sé skattur á landsbyggðina þó að ég reynd sé þessi skattur eingöngu á einstaklinga. Þetta er skatteinstakling, hún snýst skattlagninga á einstaklingi þessu tilviki á eigandum útgerðarmanna. Því að menn velta þessu skatti ekki yfir á hvorki á starfsmenn né yfir á útgerðina sem slíka. Hún starfa við sömu aðstæður eftir sem áður. En svona fullyrðingar að þetta komið til með að skaða tekjur einstaklinga og tekjur sveitarfélaga, þær eru ekkert rökstuddar. Ef mann líta bara á einfalda hluti að þá hafa veiðigjöldin engan áhrif á það aflamagn sem er. Það aflamagnið stjórnast af reglunum veiðiheimildir, hvað má veiða mikið. Og ef að menn afla þessar fiskar þá þarf að landa honum og þá þarf að vinna. Það er að segja eftir tilkomu eða hækkum veiðigjaldana þarf að vinna sama afla, þarf að landa sama afla og en á þessum þáttum byggjast bæði tekjur einstaklingana í sveitarfélagunum og tekjur sveitarfélagana. Það er ekkert hægt að flytja og ef reyndar menn geta flutt þetta á milli stæða, það hafa menn gert, menn hafa flutt afla frá Djúpavogi til Grindavíkur, Akranes til Reykjavíkur og svo fram. Og til Póllands líka. Ekkert vegna veiðigjaldanna, heldur vegna þess að einhverja aðra rekstrarlega forsendur hafa kallað á slíka breytingar. Það sem þau eru að halda fram er að þetta muni raska, það gerir það óhagkvæmara að vinna fiskin á Íslandi og við munum þá vinna hann í Póllandi í staðinn. Hvernig ætla mér að rökstyðja það? Ég veit ekki. Veiðigjöldin... Ég er bara að bera fram það sem ég hef heyrt í umræðinni. Sko. Já. Veiðigjöldin hafa ekki að dára. Ég trú ekki því að útgerðarmenn núna séu að selja, aflan undir einhverju verði sem að þeir raunverulega geta fengið.
þá er ég ekki að tala þessi milliverðlendingu heldur því að ég heldur að segja bara, menn get ekkert sko af hverju hafa menn ekki nota þetta þá hinga til ef það borgar sér betur að flytta fiskinn út. Þeir gera það reyndar sko tölvöru magni. Já, það er gert. Fiskur út í vinnslu erlendis. Já, en ég segi þeir gera það vænta vegna þess að það er hagkvæmara. En af hverju er að vinna afla hér heima? Þá getur þið sagt þess svo að veiðigjöldin hafa verið svona og við höfum svona rétt haldið þessari vinslu hérna í gangandi með því að þið hækkið hérna veiðigjöldin að þá verður óhagkvæmnin af því að hafa fiskvinnsluna á Íslandi þar sem að laun eru hærri heldur í Pólandi svo mikil að við bara neyðumst til að fara með allt til Pólans. Ég býst að rökið séu hvernig svona að þið verðið að halda veiðigjöldunum niðri til að halda atvinnu á Dalvík. Já, ég hef nú svona takmarkað trú að slík sjónarmið séu ráðandi eða fremur heldur en hvað er hagkvæmt og hvað skila mestum hagnaði fyrir fyrirtækið. Já. Þannig að það er svolítið gallið umræðina, svona hlutum við bara kasta fram og tekið svona eins og hálfgerðum sannindum, ég veit ekki hvað það heitir, að ykkur bara heldur ykkur fram og svo er þetta aldrei skoðað en inn og ráðið hvað liggur hann að baki, sko. Nei, ég held að í stórum dráttum að þá séu sala á fiskafurðum meira og meina bundin við ástandið á heimsmarkaðinum en ekki á ástandinu á einstökum framleiðslum. Ástand á heimsmarkaði er og hefur verið langt skeið mjög gott. Já, það hefur verið mjög gott og skapar náttúrulega þessa góða afkomu. Já. Og þegar að verðið er hátt, alveg svo með álverðið, að þegar verðið er hátt á heimsmarkaði, að þá eykst auðlindarentan. Já, það er þannig. Herðu við Indriði, alltaf gaman að fá þig hingað og afrugla umræðina svolítið. Já, ég veit ekki hvort að þetta hefur verið einlegg í það. Ja, við reynum, svo bara höldum við áfram. Það var einhver að tala með á sama tíma og dælan gengur niður á þingi. Já, það er nú svona eiginlega sér mál sem hvernig sé best að blanda sér lítið inn í það. Hvernig. Þetta var ekki málþóf, ég er gerðið þakkir Indriði. Við ætlum að sitja hérna áfram við erum alltaf reyna að skilja hennar heim og þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar.